Ívar, það eru, já, byrjum á Haukum B. Ætlar þú að vera með á móti KR? Nei, ég er ekkert búinn að æfa með þeim og ég er ekki valinn í liðið. Og þetta er bara glerhart þarna? Já, ég menn vera að mæta á æfingu til þess að vera valdur í liðið. Gætirðu eitthvað ef þú færir með þeim? Ég er örugglega bestur, sko. En ég held að þeir vilja ekkert ég held að Marel vilja ekki hafa mig í liðinu því hann vil alltaf sér að vera stigahæstur. Og leikjahæstur? Og leikjahæstur, já. En svo fenguðu Þór í, já, út í velli. Hvernig leggst það í þig? Þeir eiga harma að hefna og fengu loksins heimaleik og fögnuðu mikið hérna. Já, þeir fengu heimaleiki fyrra á móti okkur. Þeir slóðu okkur út í áttaleguslimum fyrra þannig að þeir fagna bara aftur núna að fá heimaleikinn. En svo ég segi, ég er bara fínt að fara í Þorlákshöfn. Við erum búin að vinna þá tvisvar auðvelda sigra hérna núna í deildinni, 2 síðustu, og þeir hafa unnið okkur auðveldlega á okkar heimavelli. Þannig að samkvæmt sögun er eiginlega bara betri fyrir okkur að fara þangað. En við vitum að þetta er gríðarlega gott lið og þetta verður erfiður leikur. Svona bikarinn, hvernig blasir hann við þér? Er þetta eitthvað lotteri bara eða mæta klár og hvernig leggur þú þetta upp? Við náttúrulega bara leggjum þetta upp eins og hvernig hann leik og við reynum að undirbúa okkur bara nákvæmlega eins og við gerum fyrir alla aðra leiki og við höfum allavega ekki ennþá mætt í leiki þar sem við erum eitthvað kærulausir held ég og við undirbúum okkur eins og til alla leiki og það verður engin breyting á þessu. En nokkuð orðið síðan að Haukar fóru í höllina. Er þetta árið í Hafnfirðingum? Já, við ætlum okkur langt, bæði í bikar og deild og þannig að við þurfum að stíga næsta skref og það er ljóst að það er erfiður útivöllur og þannig að við sögum það fyrir tímabili að við ætlum að reyna við alla titla og þetta er eitt stór titill og við ætlum okkur að reyna að fara alla leið þar.